Komið sæl og blessuð á þessum ágæta þriðju degi þegar að október nær í lokið en við ætlum að vera hérna næsta klukkutíman með góða gesti. Já, fréttaþátturinn 21, byrjum á ritstjórunum. Já, ætlum við ritstjórunum og svo fyrir við í umfjöllunum um Jemen. Já, börnin í Jemen, þar hungursneyð. Það segir fólki sem starfar í Jemen en enn beðið staðfestingar frá alþjóðastofnunum svona formlega hungursneyð. Já, það eru stofnanirnar og svo síðan bara veruleikin en það svolítið einkenni á þessu ástandi í Jemen að það næri ekkert rosalega vel í gegn, maður þarf svolítið að leita að fréttunum. Já, það víst verið að bíða eftir þessum formlegheitum. Þá fara fjölmiðlar víst af stað. Já. En staðan skelfileg, börn að deyja, helmingur þjóðarinnar í lífshættu í rauninni. Og þar á meðal 11 milljón börn. Já. Og við ætlum að ræða þetta við framkvæmdastjóra UNICEF á Íslandi hér á eftir. Það passar og framkvæmdastjóri Almanna Róms sem var stofnað fyrir nokkrum árum kemur til mín á eftir, Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, en Almanna Rómur samstarfsverkefni fyrirtækja og háskólastofnana og fleiri hér í samfélaginu og snýst að koma íslenskunni fyrir í þessum heimi margmiðlunar þegar þú talar við sjónvarpið þitt eða ryksugun þú þurfir ekki að gera það á ensku, þú munir í framtíðinni geta gert það á íslensku. Þannig við heyrum betur af því. En að fréttunum, Magga, sem að berast í dag, það ýmislegt. Við ætlum að, Þungunarrof. Sú umræða heldur áfram og ekki nærri hætt. Nei, og sko verði þetta að lögum, frumvarp Svandísar Svavarsdóttur að það megi fara upp undir 22. viku með þungunarrof í staðinn fyrir 12. viku, að þá verðum við frjálslyndust allra á Norðurlöndunum á pari við Bretland og Holland, næstum því, og það eru að koma álit hinna og þessara við þessu. Og innan Landspítalans mælt með þessu. Þannig að við fylgjumst bara nánar með þessu máli. Umsagnir hafa borist, en þær hafa ekki enn verið birtar, svo að ég viss að þetta mál muni nú taka aðeins meira pláss þegar að dagarnir líða. Nákvæmlega. Það ljóst. Svo það vitundarvakning. Já, skjaldkirtilsvanda. Það opnaðist á þetta vandamál, stóra vandamál þeirra sem með skjaldkirtilsvanda, veikan eða engan, þegar að Snædís Gunnlaugsdóttir lést og börnin hennar skrifuðu mjög opinberlega að hún hefði verið að glíma við vandamál skjaldkirtillinn var tekin úr henni. Hún fyrirfór sér, skrifa börnin hennar og vegna vanlíðan og hún fekk ekki það hjálp sem hún þurfti. Og þú ert með grein þarna líka? Já, eftir Róbert Guðfinnsson, hann athafnamaður á Siglufirði. Hann að skrifa þetta og fyrirsögnin vitundavakning og hann að segja hér til dæmis að það séu aðalega þau sem hafa gengið þessa þrautagöngu og segir hann að því hann hefur lent í því sjálfur. Hann hefur sjálfur verið veikur. Já, þau skilja hvers konar vanlíðan fylgir þessum sjúkdómi og hvað það mikið átak að ná sér af stað til dæmis á morgnana. Hvernig það að mæta til læknis og hafa það á tilfinningunni að maður sé ímyndunarveikur. Finna til í liðum og vera ávallt með léttan höfuðverk. Vilja helst kúra einn upp í rúmi og án ónæðis. Vitundavakning, Róbert skrifaði þetta á laugardag í Morgunblaðið og hann að nefna þetta líka vegna þess að það þarf miklu betur úrræði fyrir þetta fólk leggst inn á geðdeild þar sem að því, og það leggst harðar á konur og það líka verið að fjalla þetta í Morgunblaðinu dag og talað við þar einn af forsvarsmönnum eða konu í því félagi sem að þessi sjúklingar hafa sig. Þetta svona óvenjuleg opnun á því að við fáum að sjá þetta vandamál sem þarf að leysa. En Björn Jón, Björn Bragi? Já, Björn Bragi. Björn Bragi, afsakið. Arnarsson, hann hættur sem spyrill í Gettu betur, en myndskeið af því þar sem að hann sést káfa á 17 ára stúlku. Hún var birt á samfélagsmiðlum í gær eða það myndskeiðið. Og hann segir, ég vil ekki að þetta atvik eða umræða það varpi skugga á það frábæra prógram sem Gettu betur segir Björn Bragi í dag og hann segist hafa rætt við Skarphéðin Guðmundsson, dagskrárstjóra og greint honum frá þessari ákvörðun sinni. Já. Að stíga til hliðar, hann tekur ábyrgð á þessu og það eins og sagt á ensku bara zero tolerance fyrir svona. Við erum í MeToo byltingunni. Engin þolinmæði. Nei, það ekkert umberlindi gagnvart svona. Og svo það Hakakrossin sem var spreyjaður utan á hús Eflingar og ASÍ og ég veit ekki Hakakrossin af hverju.
þú veist, það bara eitthvað gegn innflytjendum eða er það bara eitthvað algjörlega út í hött sem mann svona sýnist fyrst við? Hvort sem er þetta óþægilegt, mjög óþægilegt að sjá svona. Það. En Linda er komið með ritstjóra til sín. Komið þið sæl og eins og vanalega á þriðjudögum að þá setjast 2 ritstjórar hjá okkur og ræða helstu fréttir og þeir eru sestir hér hjá mér Jón Trausti Reynisson sem er annar ritstjóra Stundarinnar og Magnús Geir Eyjólfsson sem er stjórnmálafræðingur og fréttastjóri Mannlífs. Velkomnir. Takk fyrir það. Það er af ýmsu að taka og það náttúrulega eru kjaramálin en mig langar að byrja Jón Trausti á þessu hérna, á Stundinni. Bannaðar fréttir birtar og þarna eru þið að rjúfa lögbann sem að þið fenguð á okkur þar sem að í fyrra haust, þar sem þið voruð að fjalla viðskipti Bjarna Ben og fjölskyldu í aðdraganda hrunsins og Varðar Glitni og þá Íslandsbanka. Og nú hefur lögbannið varað í 375 daga, það eru 3 vikur síðan að Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu að lögbannið væri ólöglegt. Tekur þá undir með héraðsdómi í febrúar. Þannig að þar Glitnir Hold & Co, þrotabú Glitnis sem að fór fram á lögbannið, sendi til sýslumann, töldu bankaleynd eiga við. Það er ekki liðnar 4 vikur sem að er fresturinn til þess að áfrýja til Hæstaréttar, þá fyrir þrotabúið. Af hverju eru það að birta þetta strax? Við reyndar lítum ekki svo á þessu að rjúfa lögbannið beinlínis, heldur eru að ljúka því og við tókum ákvörðun það að ljúka því áður en að 4 vikna áfrýjunarfrestur til Hæstaréttar rynni út. Það er bara einfaldlega vegna þess að það er mögulegt að túlka lögin þannig að því sé lokið. Í fyrsta lagi þá er ekki gert ráð fyrir Landsrétti í lögbannslögunum og það kemur fram að það beri að áfrýja til æðri dóms og innan ákveðins frest eftir það, eftir að æðri dómur kemst að niðurstöðu, þá er lögbanninu lokið. Nú, það var áfrýjað fyrir til Landsréttar og Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu að lögbannið væri í stuttumáli fáránlegt. Og þarna er sýslumaður gagnrýndur líka fyrir að hafa komið inn til ykkar og að fá gögn? Já, fyrir að hafa heimilað það að þetta dómþing yrði haldið inni á skrifstofum okkar og að það yrði haldið fyrirvaralaust, þannig að við fengum engin tækifæri til þess að undirbúa varnir. Lögmenn Glitnis komu með stóran bunka af rökstuddur málflutningi. Við höfðum ekkert, við fengum 10-15 mínútur held ég til þess að skrifa eitthvert ansvar. Þeir voru búin að boða þetta opinberlega til fjölmiðla leið og komu. Við fengum ekki tækifæri til að svara fyrir okkur á sama hátt. Þannig að sýslumaður fær gagnrýni út af þessu og þetta er náttúrulega eins og svokölluð Glitnisgögn sem að þið hafið og í samstarfi við The Guardian og Reykjavík Media, eða ekki? Jú. Varðandi þetta mál, hvaða viðbrögð hafið þið fengið við þessu skrefi núna sem þið takið? Við hefum fengið mestmegnis jákvæð viðbrögð. Ég held að það sýndi sig til dæmis í skoðanakönnun sem var gerð þegar lögbannið var lagt á að fólki að miklu meiri hluta þótti þetta rangt. Ég held að flestir séu sammála og eins og dómstólar eru mjög afgerandi í að umfjöllunin hafi átt erindi til almennings og að bankaleynd gildi viðskipti til dæmis þess aðila sem hefur einna mest völd í stjórnmálum í landinu, að bankaleynd gildi viðskipti í versta falli á gráasvæðinu hjá viðkomandi. Það er náttúrulega mjög einkennilegt og takmarka lýðræði sem felst í því. Magnús Geir, þú hefur eitthvað fylgst með þessu máli og hvernig horfir staðan við þér núna í þessu? Bjarni Benediktsson vill ekki tjá sig og ég meina, er það eitthvað sem hann ætti að gera? Það er engin stefnubreyting því að hann tjáir sig ekki með þessi mál. Ég veit ekki betur en að Jón Trausti og fleiri hafa verið að rökka svör þessi mál löngu áður en að þetta birtist og löngu áður en að hinn umfjöllunum birtist svo fyrri. Þannig að í þessu felst engin stefnubreyting. Hann bara hefur tekið þar pól í hæðina að hann ætla ekki að tjá sig málið. En hann er búinn að svara. Ég meina, hann hefur verið spurður margoft að þeim hlutum sem voru gerðir til dæmis að selja bréf í sjóði 9, þeim alræmda sjóði stuttu fyrir hrunið og þannig að ég meina, þarf hann að segja eitthvað meira? Það er kannski frekar Jón Trausti sem getur
svarað því hvaða svör það sem vantar upp á? Hvað vantar? Hann hefur til dæmis bara svarað því að allir hafi vitað það sem hann vissi. Hann geti svarað því nákvæmlega hvaða upplýsingar hann fékk á fundi með bankastjóra eða forstjóra Glitnis rétt áður en hann seldi hlutabréfin sín og fór það þar með 120 milljóna tapi í rauninni. Við erum að fjalla nánar þetta vegna þess að við teljum að það hafi ekki verið, alls ekki verið jafnt aðgengi að upplýsingum á markaði og vegna þess að við náttúrulega höfum það forsendu að þegar þú ert fulltrúi almennings, þú ert starfandi sem fulltrúi almennings, sem þingmaður, sem á reyndar að vera fullt starf, þá getur þau ekki, þá er það einfaldlega hagsmunaárekstur ef þú ert að stunda viðskipti með bréf sem þú færð upplýsingar sem varða virði þeirra sem kjörinn fulltrúi. En hafið þið alveg sannanir fyrir því að hann hafi fengið upplýsingar sem vissulega gögnuðust til þess að koma bréfunum sínum út? Hann náttúrulega hefur aðgengi að upplýsingum, staðfestingu og ekki staðfestingu, það sem við sögðum frá í fyrra sem umbjöllunum sem var metin ólögleg af sýslumanni. Þar greindu við til dæmis fyrsta skipti frá því að hann hefði fundað með Lárusi Velding, forstjóra Glitnis, nokkrum dögum áður en hann byrjaði að selja og fundarefni var hvernig takast mætti á við vanda, hvernig ríkisstjórnin geti komið til móts við bankana í vanda þeirra. En ég veit ekki, varpar þetta ekki ljós, Magnús, á til dæmis tengsl viðskiptalífsins og stjórnmálamannana? Sér maður einhver alþingismenn vera í svona viðskiptum og inn á þingi líka? Og jafnvel vera formenn nefnda og svona? Ég held að sé ekki svona jafn umfangsmikið og það var, til dæmis eins og í þessu tilviki. Árunum fyrir hrun, það voru engar reglur hagsmunaskráningu og menn voru í allskyns bixi, samkrull milli stjórnmála og viðskipta var það mikið. En ég held að við hrunið og uppgjörið eftirmála þess að þá höfum við allavega lært það að hagsmunaskráning þarf að vera upp á borðum. Og ég held að við séum ekki að fara að sjá svona stór dæmi svona samkrull viðskiptalífs og stjórnmála. Nei, en hvað, eiga stjórnmálamennirnir til dæmis að bregðast sérstaklega við því núna að núna er stundin með þessa ítarlegu, löngu, miklu greiningu á málum sem að varða fjármálaráðherrann okkar. Eiga stjórnmálamenn að stíga eitthvað inn í hérna og segja byrju, við viljum fá meiri svör? Það er náttúrulega bara þögn að núti, Já, og í rauninni, þetta er að taka það fram, þetta er ekki fyrsta svona málið sem fjármálaráðherra er orðaði við. Hann náttúrulega var í Panama-skjólunum líka og hann sigldi svona frekar líkt í kringu það. Ég er kannski svolítið hissa að stjórnarandstaðan hefur ekki tekið þetta mál meiri upp í vikunni sem leið og þetta er ekki að koma frá stjórnarliðunum. Þannig að boltinn er kannski hjá stjórnarandstöðunni. Já, kannski frekar það núna, En hvað, það verið að tala svolítið Jón Trausti, hvað er það sem er nýtt að koma sem sett fram? Þú talar þarna fund með Lárus Velding, en eru þið að draga fram eitthvað nýtt? Þetta er framhald af þeirri umfjöllun sem við vorum með, sem stóði yfir þegar hún var stöðvuð af sýslumanni og í framhaldinu kemur fram að ólíkt því sem hann hafði sagt sjálfur frá fjármálaráðherrann, þá var hann mun meira leiðandi í viðskiptum NGR-ættarinnar og í viðskiptum við Glitni banka eða Íslandsbanka eins og hann hét þá þegar á þessum tíma. Hann til dæmis talaði það fyrir í tengslu við vafningsmálið sem var náttúrulega dómsmál. Þar útskýrði hann undirskrift sína á sín tíma á skjal í þeirri fléttu með því að hann hefði einfaldlega bara verið beðinn um þetta. En umfjöllunin sýnir að hann er miklu meira, hann í rauninni flokkast hann undir skuggastjórnanda ef eitthvað það er fjallað þarna tilraun NGR hópsins til þess að kaupa Toyota-umboðið og þar er Bjarni alltaf go-to aðilinn og hann er sá sem að tölvupósta frá honum og hann ætlaði ekki að selja BMF-inn sinn strax sem hann er búinn að panta sér. Já, einmitt. Og við fjöllum líka lauslega Benedikt Jóhannesson, stofnanda Viðreisnar og ég held að þetta sé umfjöllun sem
kannski útskýrir undirliggjandi þætti þess hvers vegna farið var í ríkisstjórnarsamstarf Viðreisnar, Sjálfstæðisflokks og Bjartrar framtíðar að sem sagt viðskiptatengsl Benedikts við Bjarna eru nánari heldur en maður átti að segja á fyrirfram. En ekki bagalegt að sko, nú náttúrulega reglan í fjölmiðlum að taka báðar hliðar og og veita þá lesendum og áhorfendum sem sagt báðar hliðar. Ekki mjög bagalegt að hér heyrist ekki rödd þá Bjarna? Ég veit ekki betur en að hann hefði haft tækifæri á því að koma sinni rödd á framfæri, en hann kýs að gera það ekki. Hafið þið beðið hann oft? Hann hefur ekki svarað okkur mjög lengi, hann hefur í gegnum tíðina líka hafnað því að koma í viðtöl þegar allir formenn flokkanna eru í viðtölum. Í ykkar blaði? Já. Þannig að hann með einhvers konar bann á okkur. En mér langar bara til að segja að varðandi þessa umfjöllun þá snýst þetta ekki bara dómgreind eða viðskiptasögu ráðherrans. Heldur Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, aðeins yfirmaður fjármálaeftirlits á Íslandi og hann beinlínis skipar stjórn fjármálaeftirlitsins sem tekur allar meiriháttar ákvarðanir rannsóknir og fleira. Og hann er líka yfir öllu skattamálum á Íslandi, þannig að þetta er líka bara praktísk spurning og spurning þá að við vitum hvaða sögu viðkomandi fulltrúi okkar við þessu stjórn ríkisins hefur. Þetta ekki, Magnús, sem hann spáir í þetta, sko, að hann skipi í fjármálaeftirliti sem gæti mögulega þurft kannski að hafa einhver afskipti af einhverjum hans málum? Segjum bara sambærilegum viðskiptum. Já, ég meina, eða eitthvað slíkt, sambærilegum innherri viðskiptum. Hvaða hagsmuni hefur hann af því að annars vegar bara að þrengja skilgreininguna á því hvað beri að fara í og hvað ekki. Já, þetta er alltaf spurningu sjálfstæði stofnana. Því fordæmið til staðar hjá honum. Já, sem þá? Viðskipti hans eru ákveðið fordæmi og þú getur ákveðið sem fjármálaeftirlit að fara skilgreina sem sagt viðskiptin þröngt eða vítt eftir hvort hversu vítt ætlar að hafa sviðið. Finnst það svo í fyrstu sýn að það þyrfti að breyta þessu? Já, ég held að það standi til með sameiningu fjármálaeftirlits og Seðlabanka. Já, akkurat. Og þá verður til mun öflugri og vonandi mjög sjálfstæð stofnun. Já. Vonandi. En við höfum fordæmi líka það að ráðherrar séu gerðir hreinlega að Seðlabankastjórum. Já, það eru ýmis dæmi það. Þannig við skulum sjá hvernig þessu sameining verður. Mér langar að vekja athygli á það náttúrulega verkalýðsbarátta og hún er byrjuð og þetta er viðtalið sem þú tókst við Sólveigu Önnu hérna í nýjasta mannlífi og sem er svona stærsta vonarstjarnan í þessu öllu saman. Hvaða, sko, er þetta orðið eitthvað svona PR-stríð svo í sletti? Það er verið að toppa sko orðræðuna sko að forma VR, við erum ósigrandi, Sólveig Anna, hún sko, eða Hörður Ægisson ritstjóri Markaðarins segir þetta séu sturlaðar kröfur. Hvernig orkar þessi orðræðið á okkur? Þetta er þessi svokallaða nýja kynslóð verkalýðsforinga sem eru mun róttækari, mun popúlískari heldur en þeir sem fyrir voru og orðræðan kannski bara litar svolítið af því að þeir koma úr öðrum bakgrunni og... En það verður eitthvað að fylgja stórum orðum? Já, jú, vissulega. Og þau ætla sér stóra hluti en bara miðað við hvernig horfur í efnahagslífinu eru, þá fæ ég ekki sé að þau geti fylgt þessum stóra orðum eftir. Já. En það er náttúrulega það sem að sko þegar það er nefnt að þá rísa þau á fætur og segja sko þetta eru bara óvinir okkar sem tala svona. Já, það er... Þetta er bara orðið þannig. Já, algjörlega. Og hvort þetta er hluti, þetta virðist vera einhver hluti af einhverju svona dýpri hugmyndafræðilegri baráttu. Ég meina að einhver þeirra er tengt sósíalistaflokknum og sem stefnir nú bara beinlínis á einhverja byltingu. Þannig að þó þetta er kannski bara orðræðin í þeirri kreðsu. Að þeir sem eiga peningana og fara með fjármagnið, þetta eru óvinnir og vont fólk. Já. Og við höfum sannleikann af vopni og við erum gott fólk. Já, þetta er orðnar svona skýrar andstæður, Jón Trausti. Já, kannski ekkert mjög skrítið að það sé hert í verkalýðsbaráttunni eftir það hvernig
orðræða til dæmis fjármálaráðherra og fleiri stjórnmálamanna hefur verið í kjölfar þess að alþingismenn og ráðherrar fengu alveg stórkostlega launahækkun á kjördag. Þannig að við gátum ekki fengið neitt tækifæri til þess að taka afstöðu í kosningum það hvort að kjararáð væri réttilega skipað ef það tæki svona ákvarðanir risastór. Kjararáð vildi ekki trufla kosningarnar, var þetta eitthvað svoleiðis? Þetta var tillitssemi kjósendur. Já, takk fyrir það. Við hefðum kannski getað fengið einhvers konar tækifæri til þess að bregðast við þessu ef það hefði verið hægt að vita þetta fyrir kosningar. En þetta er ekki nýtt. Það hefur verið að geyma skýrslur fram með kosningar. Það hefur gerst henni tvígang mikilvægar skýrslur lykilatriði í stjórnmálum á Íslandi. Þannig að, já, í fyrsta lagi þá er það ekki nýtt. Og ekki óskiljanlegt að þetta fari þessa leið. Þetta er bara rökrétt framhald, þessi polarisering. Rökrétt og ekki rökrétt, ég meina við erum að horfa upp á það bara út allan heim að það er að herðast orðræðan. Að hluta til vegna áhrifa væntanlega tækninýjunga eins og samskiptamíla. Þar sem að þú kemst í gegn einhvern veginn með stórum orðum. En er þetta gagnlegt? Nei, enga veginn. En það er, skilur þú segja, það er frjór, eins og Jútist bent á út allan heim jarðvegur fyrir popúlisma. Það er að aukast misskiptingin í samfélaginu. Mönnulegt fólk er að horfa upp á ákveðna stétt, sölsa undir sig gríðarlega auðæfi. Og við erum að sjá það kannski menn sem hafa verið út á kant í verkalýðshreyfingunni, Vilhjálmur Birgisson til dæmis, að hann er allt í einu orðinn fyrsti varaforseti ASÍ. Þetta hefur verið óhugsandi fyrir einhverjum mánuði síðan. Þannig að það er mjög frjór jarðvegur fyrir svona orðræðu. Og bara núna í vikunum var kjörinn forseti í Brasilíu sem kannski hafði verið hluta af kerfinum í lengi en sá tækifæri því að mála sig sem andstæðingur kerfisins og af því að hinir voru svo afskaplega vondir þá var hann kjörinn forseti. Já, það bara með svona einföldum aðferðum kannski en ég meina boðar það þá eitthvað gott? Já, það náttúrulega boðar ekki gott að við festum okkur í skotgrafir. Það hljómar kannski eins og klysja en bara svona rökfræðilega þegar þú kallar bara einhvern óvinn þinn sem gagnrýnanda eins og Hörður Ægisson vissulega hann er blaðamaður og ritstjóri og gagnrýnandi. Hún segir að hann sé hólur maður. Hólur maður og hann sé húsbóndasýnis og eitthvað þannig. Ég hef ekki sýnt fram á það að hann sé með einhver svona hagsmuna árekstri eða eitthvað slíkt þannig að hann sem hafi áhrif á hans gagnrýni. Þú komst til varnar sérstaklega í þessu? Já, mér finnst ekki góð sviti þegar við erum að stimpla gagnrýnendur svona og jaðarsetja þá með því að einhvern veginn lýsa þeim sem viljalausum verkfærum og ómarktækum og óvinum. Við hefum séð þessu orðræðu mikið hjá leiðtoga sósíalísku byltingarinnar, Gunnari Smára. Einhvern veginn allir sem ekki í sammálunum eru annaðhvort fávitar, bjánar eða einhverjir húsþrælar, eins og hann kallaði Kolbrún Bergþórs húsþræl, eiganda Fréttablaðsins. Já, Gerpi. Já, og þetta er staði sem hann var sjálfur í fyrir ekki svo löngu. Þannig að þetta hjálpar engum. Nei. Þetta ýfir náttúrulega upp reiðina. En mér langar að bera upp enn eitt málið og það er þetta frumvarp sem Svandís Svavarsdóttir er að kynna núna, er í hinu svokalluðu samráðsgátt Stjórnarráðsins og það er að breyta lögum þungunarrof sem hefur vanlega verið kallað fóstureyðing að það veri leyfilegt fram að 20. og annarri viku en núna er það leyfilegt fram að 12. viku. Og breytingin fyrir það líka í sér að konan getur ráðið þessu alfarið sjálf en þarf ekki að fá leyfi frá læknum eða félagsráðgjöfum í spítalanum. Hvernig horfir þetta mál við ykkur? Er þetta eitthvað líklegt sem verður samþykkt eða sjáu þið tilganginn með því? Ég held að þetta verði umdeilt. Það er gríðarlega viðkvæmt mál. Já, eins og staðið núna náttúrulega erum við með frekar íhaldssama fóstureyðingarlöggjöf og það voru kannski alveg rök fyrir því að færa hana kannski í átt að því sem gerist á Norðurlöndum en það sem er að gerast innan núna, við erum að fara fram á Norðurlöndum. Þeir hafa kannski verið að miða við 18. viku en eins og staðið núna stefnir ég að þetta verði heimilega fram að 22. viku. Við verðum nærri þá Hollandi og Bretlandi og bara meðal frjálslindustu ríkja í þessum efnum. En þú veist, er eitthvað óttast Jón Trausti? Ég meina, Sóley Bender sem er sérfræðingur í þessum málum í háskólanum segir að konur þær fara miklu fyrr í fóstureyðingu eða þungunarrof. Mér finnst það í fyrsta lagi fáránlegt að ef kona á að fá samþykki fyrir því að fara í þungunarrof eins og þetta er kallað.
Mér finnst í raun hálf erfitt að taka afstöðu til þessa einhvern veginn þar sem maður bara af því kyni sem þetta á ekki við Já, ég er með rátt kyn hérna við borðið, já. Já, en mér finnst alltaf torkennilegt að vera að takmarka réttindi fólks. Já, bara yfir höfuð. Illréttlætanlegt. Ég myndi halda að konur ættu sjálfar að taka þessa ákvörðun. Já. Almennt. Og þetta er auðvitað með vísan í því, þetta er sjálfsákvörðun réttur konunnar. Þannig að, og ég held að þetta mál geti svo sem aldrei farið neitt fram á öðrum grundvelli en bara tilfinningagrunni. Þetta er tilfinningamál fyrst og fremst. En nú er nú þegar farið að birta myndir af fóstrum sem eru upp að 20. annarri viku. Já, ég meina þetta er náttúrulega þekkt í, sérstaklega eins og í Bandaríkjunum að þar eru bara allar fóstureyðingar álitnar vera hræðilega hlutur. Morð bara? Já. En sko þarna erum við að taka skrefið svona langt, en náttúrulega lögin eru frá 1975 sem við búum við núna. Þannig að... Mér langar bara að benda á að Landspítalinn styður þetta frumvarp og ég held sko að við ættum svolítið að treysta á réttindi og vísindi í þessum málum. Réttindi og vísindi, einmitt. Talandi vísindi, er eitthvað vitið því að klóna hundinn sinn? Dorrit ætlar að klóna sám. Nýji sámur verður á 6 milljónir. En það eru stöðvar sem sé í Texas og í Asíu einhvers staðar sem að klóna gæludýr. Er eitthvað vitið í þessu? Er þetta siðferðilega rétt eða skilji þetta? Fyrir mína part að skilja ekki hvað þú getur borgað 6 milljónir fyrir að klóna hund. Það er bara ekki... Þó þessi sámur? Það er ekki minn veruleiki og Kári Stefánsson var því að þessi nýji sámur getur nú alltaf spitið hana því að hegðunarmynstrið verður ekki það sama. Þú ert ekki að fá sama hundinn? Nei, engan veginn. Þannig að, þetta er kannski svona spilast út svona, það hefur ekki verið mikið út á Íslandi, en þetta er kannski mjög algengt erlendis, þetta er svona eitthvað sem auðmannandi leikur einhver. Já. Hefur eitthvað gert þetta á Íslandi? Ég ekki svo ég viti. Nei, ég veit. Þannig að... Nei, er þetta ekki bara lýsandi fyrir það, hvernig framtíðin horfið? Nú er að tala um gæludýr og þetta þykir kannski voðalega fyndið og skrítið og við tengjum ekki við þetta, en síðan næsta stig er mannfólkið. Og það hefur náttúrulega verið boðað að auðstéttin innan gæsalappa, þessi vaxandi misskipting er náttúrulega að skapa ákveðna auðstétt að þetta fólk muni fá öðlast gríðalegt forskot á almenning innan gæsalappa. Að frista sig eða klóna sig eða eitthvað svoleiðis? Já, að framþróun mannkynsins sem er náttúrulega álitin verðandi hlutur. Það er svolítið hrollvekjandi tilhugsun. Er það maður ekki bara svo lélegt ljósrit af sjálfum sér? Þetta hljómar sem einhver svona hryllingsvísindaskálsaga, sko. Já. En eins og hérna erum við kannski Íslendingar að fá að upplifa bara fá innsinn inn í veröld hjá ákveðnum hópi fólks sem eru hinir ofurríku og... Enga þóttu fólkið. Já, og þetta er kannski svona veröld sem 99% okkar mun ekki skilja og það er kannski erfitt fyrir okkur svona venjulegt fólk að skilja svona hvað býr að baki. Já. Kannski eins gott að herða stéttabaráttuna núna áður en að þeir bara í klónun. Ég var nú bara að hugsa um íslenska bóndan, hvort þetta næði til hans, hvort hann gæti tvöfalda búfénaðinn. Ég held að myndi seint svara kostnaði með að það kostar 6 milljónir að klóna hund. Já, akkurat það var það komið. Herðan við setjum punktinn hérna í bili Jón Trausti Reynisson, annar ritstjóri Stundarinnar og Magnús Geir Eyjólfsson, stjórnmálafræðingur og fréttastjóri Mannlífsblaðs. Takk fyrir komuna og við höldum áfram eftir smástund. Mikið úrval af jakkafötum, skyrtum og bindum. Dressmann, ávallt vel klæddur. 4x4 jeppi ársins. Rexton, nýji lúxusjeppin frá SsangYong er komin í forsölu. Bílabúð Benna, Krókhálsi. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal.
Farðu vel með þig. Pennin húsgögn. Ég var að spá í ef þið vantar skel og gott lok. Hvert á maður að fara þess að gera það? Kaupa það? Þú færð ekki neitt. Kemur bara hingað. Eitibota.is, höfðabakkei. Gæðin, ein af ástæðum þess að hönnuður velja slippfélagið. Litina hennar Sæju færðu í slippfélaginu. Mikið úrval af harðparketti, viðarparketti, flísum og innihurðum. Gæði, þjónusta og gott verð. Birgisson, Ármúla. Já, komið sæl aftur og við erum hér í frétta og umræðu þættinum okkar 21 og við ætlum að fara næst í þetta. Við ætlum að tala um Jemen. Áður en við fáum viðmælanda sem að skýra okkur frá ástandinu þar, þá skulum við sjá þetta. Má ég segja þér svolítið? Ég á vinkonu sem ég lék mér oft við. Þá kvöld þegar við heyrðum í sprengjunni. Hún verkast við engar byssu. Ég sakna skólans. Ég veit ekki hvort heimurinn viti hvað er að gerast hérna í Jemen. Er einhver að hlusta? Það skylda okkar að hlusta. Sendu SMS-ið Jemen í númerið 1900 og hjálpaðu börnum í Jemen. UNICEF fyrir öll börn. Já, þarna fengum við sýnishorn af því hvernig ástandið er í Jemen, en börnin í Jemen, þau eru í lífshættu því að hungursneyð er yfirvofandi og þegar eru 400.000 börn í bráðri lífshættu. Ekki þó enn búið að lýsa formlega yfir hungursneyð og það víst þess vegna sem að Jemen er ekki aðal fréttin allstaðar, þó að ástæðan sé sannanlega til staðar. Við ætlum að tala við framkvæmdastjóra UNICEF á Íslandi sem hefur hafið söfnun og Margrét Marteinsdóttir tekur við. Já, takk fyrir það, Linda. Þetta er veruleikinn í Jemen. Við þurfum að tala um Jemen núna, daglega, nánast hverja mínútu. Þetta ætti að vera í rauninni forsíðu fréttir allstaðar. Það er ekki svo. Það þarf að leita svolítið til að finna fréttir af ástandinu þarna sem fer versnandi með degi hverjum. UNICEF er að byrja söfnun. Söfnun er hafin hjá UNICEF. Hann er komin til með Bergsteinn Jónsson sem er framkvæmdastjóri. Velkomin. Takk. Þetta er veruleikinn í Jemen, við vorum að lýsa þarna í kynningu. Það eru 14 milljónir íbúa núna í Jemen sem eru á barmi hryllilegrar hungursneyðar. Og þetta er helmingur þjóðarinnar og þetta virðist vera að fara yfir í stærðargráðu sem ekki hefur sést ansi lengi. Hvað er UNICEF að gera núna? UNICEF náttúrulega bara gerir sitt besta á vettvangi til þess að veita hjálp gegn vannæringu og best af miklum krafti gegn henni, reyna að snúa þessari ótrúlega óhugnalegu þróun við. Því að það eru 400.000 börn í það minnsta sem eru með bara alvarlega bráðavannæringu í landinu eins og er. Og nú á að kanna betur næringarstöðuna núna í þessum mánuði og það eru mjög margir sem að velta fyrir sér hvort að þá komi í raunin ljós þessum mörgum grunar að það er skollin á hungursneyð. Það hefur ekki formlega verið staðfest, þannig að kannski að þú útskýrir fyrir okkur hvernig þetta virkar hjá Sameinuðu þjóðanna. Það hefur ekki formlega verið staðfest að það sé hungursneyð í Jemen. Nei, það var lýst yfir hungursneyð í Suður-Súdan, sumum svæðum í Suður-Súdan í fyrra. Á sama tíma voru önnur landsvæði og þar meðal Jemen sem voru alveg við það. Það er dálítið strangar skilgreiningar sem að þurfa að vera til staðar. Það þurfa vist margir að hreint og beint að vera að deyja úr hungri og það þarf viss stóra prósentu barna að vera með bráðavannæringu og annað slíkt. En ástandið er náttúrulega svo löngu orðið langt yfir grafalvarlegt. Þannig að það kæmi mér ekki á óvart ef þetta yrði niðurstaðan. En þó þetta verði ekki niðurstaðan, að þá verður bara eitthvað að gerast það því að ástandið er svo hræðilegt. Hjálparstarfsmenn þarna á svæðinu hafa sagt, og ég sá í fréttum meðal annars CNN og fleiri stöðum, Guardian, að það þurfi bara að fá þessa staðfestingu á því sem við vitum og fólk sem vinnur þarna í Jemen veit, en það sé vont að þurfa að bíða eftir henni. Hvað breytist þegar staðfestingin er komin? Hvað gerist þá? Það náttúrulega gerist í raun mjög margt bara við það
að þetta orð komi inn í öfnuna. Já. Þetta orð hungursneyð. Við þekkjum þetta öll bara að hungursneyð eitthvað sem hreyfir við okkur. Og auðvitað náttúrulega aðdragandi hungursneyðar næstu jafn alvarlegur. Það sem mun gerast bara að Kastljós fjölmiðla mun beinast meira að Jemen. Áhugi og áhyggjur almennings allan heim mun aukast og ríkisstjórnir mun verða kallað á ríkisstjórnir að gera enn betur við að gera sitt til að kippa málum í lag. Því að þetta sko auðvitað þetta er svo ástandið svo stórt og það svo flókið og það svo hættulegt að það þarf svo skýra stefnu, það þarf svo skýra breytingar, það þarf svo skýrt inngrip til þess að rétta ástandi við. Því að sko auðvitað eru sprengingar og það er hernaður bara gegn óbreyttum borgurum líka og dauðsföll af völdum þess. En í raun þetta sko efnahagslegi hernaðurinn bara öllu alvarlegri. Því að það eru miklar efnahagsþvinganir á landinu, það hafa verið hafnbönn og annað slíkt. Og nú jemenska ríalið í frjálsu falli og það þýðir bara fyrir sko þjóð þar sem 70% lifa á minna en $1 á dag. Ef að matarverð hækkar upp á öllu valdi, þá þýðir það bara eitt. Svo að samfara þessu þá hækkar náttúrulega eldsneytisverð líka sem setur alla innviði landsins í hættu. Ekki síst sko innviði sem snúa vatni, hreinlæti og heilsugæslu. Og í landinu sko í fyrra var komið sko stærsti kólerufaraldur sem að þekkst hefur. Ég held að það hafi verið sko yfir 1,1 milljón manna sem sýktist af kóleru sem gerist þá þegar að úrgangur blandast við vatn, við grunnvatn. Þannig að ástandið er hræðilegt en það getur orðið svo miklu hræðilegra að ég held við bara eigum ekki að hugsa til þess. Nei, og það náttúrulega viðbrögðin skipta alveg ofsalega miklu máli, þau skipta höfuðmáli og eins líka að það gerist hratt og nú þegar eins og hefur komið fram í fréttum þá eru 130 börn yngri en 5 ára að deyja á hverjum einasta degi út af ástandinu. Já. Hvað er verið að gera núna? Nú það er verið að reyna að sporna gegn vannæringu, það er verið að reyna að halda úti menntun fyrir þessi börn eins og mögulegt því að það er ennþá hættulegra að við missum heila kynslóð af börnum í rauninni út, talað týndar kynslóðir og í raun má segja að það er fyrir löngu komin týnd kynslóð í Jemen, bæði að börnum sem ekki geta sinnt námi en eins líka bara börnum sem eru orðin vanþroska vegna vannæringar. Og ofan á það bætist náttúrulega tráma stríðsrekstursins og alls þess. Þannig að það verður að reyna, sko menntun er sem sagt stabilitet fyrir börn og í rauninni bara sálræn meðferð á svona tímum. Og saman tíma er náttúrulega verið að reyna að berjast gegn sko halda niðri kólerunni og það er verið að risastór bólusetningarherferð gegn kóleru í gangi núna og aðgerðirnar gegn kóleru hafa verið mjög umfangsmiklar. Og svo bara vatn og hreinlætismál og heilsugæsla. Þannig að við gerum okkar allra besta og komumst inn á vel flest svæði, sko oft þarf að semja það og annað slíkt en við komum þeirri hjálp sem við megnum til skila en það þarf bara miklu meiri hjálp. Þannig að sko, þú veist, lausnirnar, það eru alveg stóra lausnir sem þarf að ráðast í. Við megum samt ekki gleyma því á meðan við bíðum eftir því. Að stundum talaðum að þegar fílarnir berjist þá er það grasið sem þjáist. Og á meðan fílarnir eru ekki búin að gera upp hugsun hvort þau vilji leysa almennilega úr þessu og þá þurfum við að græða svörðin. Og þá bara ég og þú. Og hugsa hvaða aðgerða get ég gripið til þess að leggja mitt af mörkum. Af því að þetta ógeðfellda stríð er ekki mínu nafni og ég vil ekki að börn þjáist eða láti lífið og ég ætla að gera mitt til þess að reyna að koma í veg fyrir það. Því að þótt að sé, þú veist, þótt að það sé verið að tala sko að þurfi $1 milljarð inn í hagkerfið til þess að sko rétta af gjaldmiðlun og annað slíkt og það þarf að grípa til þeirra aðgerða. En á sama tíma þá kostar sko
6 til 8 vikna meðferð gegn vannæringu 10.000 krónur og með því hægt að bjarga lífi barns. Þannig að við erum líka bara í þeirri stöðu að við bara getum bara dálítið verðlagt líf og getum stigið inn og lagt okkar á mörkum á meðan fílarnir deila. Við sjáum börn, vannærð börn, skelfilegar myndir sem að berast frá Jemen og maður velti fyrir sér, eins og ég sagði kannski í upphafi af hverju þetta ekki á forsíðum allstaðar, allra netmiðla, allra prentmiðla og að það sé ekki hreinlega bara allir að ræða þetta. Og maður velti fyrir sér af hverju það þið sem að starfið við þetta á hverjum einasta degi. Hvað finnst ykkur viðbrögðin? Hvernig væri til dæmis viðbrögðin ef þetta væri, af því það stundum tala fjarlægð, ef þetta væri til dæmis að gerast bara hreinlega í Ástralíu? Hver væri viðbrögðin þá? Ég meina. Væru þau öðruvísi? Já, þau væru öðruvísi. Ég meina, ef við hugsun bara aftur til flóðbylgjunnar á Indlandshafi, þar sem hún skall á ströndum sem við höfum sjálf legið á eða fólk úr okkar menningarheimi. Það bara dálítið í mannlegu eðli að líta sér dálítið nálægt, sko, en þannig að já, viðbrögðin væru mjög ólík, sko. Það núna ykkar verkefni hjá UNICEF að vekja athygli á þessu. Já. Fá fólk til þess að átta sig og skilja og taka þátt. Og hvernig gerið þið það núna? Við erum með söfnun í gangi fyrir Jemen og höfum verið með lungan á árinu. Og það bæði hægt að senda SMS í Jemen í 1900 og gefa þannig 1900 krónur. Eða fara inn á leggja inn á bankreikning hjá okkur. 701 26 10 20 50. En bara, þú veist, mér langar bara að undirstrika að við þurfum bara öll að láta að leggja okkar á mörkum, sko. Og þetta fer beina leið til þeirra sem að hafa það verst í Jemen? Já, ég meina þetta fer bara í aðgerðir UNICEF og samstarfsaðila bara á öllum þessum sviðum, allt frá vatni og hreinlæti, baráttunni gegn vannæringu, út í beina fjárstyrki við fátækar barnafjölskyldur. Því að oft veit þetta fólk miklu betur hvernig á að nýta fjármuni vel við svona aðstæður heldur en hjálparstofnanir. Þannig að hjálpin skila sér, sko. Við þurfum bara meiri hjálp og við þurfum að leggjast öll á árarnar. Við skulum muna eftir því að það tók okkur líka nokkur ár að átta okkur á alvarleika mála í Sýrlandi. En svo tókum við okkur, þó að sjá ekki fyrir endan á því. En við þurfum að hlusta eftir Jemen og við þurfum að taka eftir Jemen og ég vil ekki þurfa að mæti mikið fleiri viðtöl Jemen. Einmitt. En viðbrögðin nú þegar? Þau hafa bara verið nokkuð góð. Við höfum safnað eitthvað 15 milljónir eða svo núna í vor. Og þú veist, það hægt að, og þá bara glasið hálffullt eða tómt, það dropi í hafið eða það bara fullt af litlum barnslífum, litlum ljósum sem fá að loga áfram. Af því að við forgangsröðum aðeins öðruvísi í mánaðarbudgetinu. Þannig að bara ég hveta alla til þess að láta þessu máli varða og ég veit að það eru mjög margir á Íslandi og við höfum fundið fyrir því núna í kjölfar nýjustu frétta og í kjölfar mynda sem bárust frá Jemen sem að New York Times birti. Við höfum svona leitast við að sýna ekki börn svona í svona varnarlausri stöðu bara til þess að tryggja mannverðingu þeirra en ég er samt alveg sammála myndbirtingu New York Times á þessum tímapunkti. Já. Stundum þurfum við bara að horfast í augu veruleikann og hann er oft mjög ljótur. Bergsteinn Jónsson, takk fyrir að koma. Kærar og gangi ykkur vel og við höldum áfram hér á Hringbraut eftir augnablik. Bónus kveður plastburðarpokann. Nýji umkaupapokinn er áfram gulur en samt grænn og niðurbrjótanlegu efni. Minna plast í Bónus. Fly me to the moon, let me play among the stars. In other words, please be true.
Stólpi Gámar hefur gáma af öllum stærðum og gerðum til sölu eða leigu. Allskyns nýting, allar stærðir. Stólpi Gámar. Ertu tilbúin? Fjallakofinn fylgir þér alla leið. Allar okkar peysur eru prjónaðar af félagsmönnum Handprjónasambandsins á Íslandi. Veljum íslenskt. Handprjónasamband Íslands. Ert þú að fást við svefntruflanir eða kvíða? Sefitút er viðurkennt jurtalyf unnið úr rót garðabrúðu. Styttir tímann til að sofna og bætir gæði svefnsins. Fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Florealis. Já, komið sæl og ný. Það vita það allir og eru allir sammála það að það sé mjög mikilvægt að íslenskan standi jafnfætis öðrum tungumálum í hinu stafræna umhverfi sem við erum á kafi í. Það hefur mikið verið rætt að íslenskan sé í hættu þar sem að snjalltækin okkar og önnur enn þróaðri eru öll á ensku. En þetta er viðfangsefni sem að Almannarómur fæst við. Almannarómur er sjálfseignarstofnun sem aðstanda háskóla og rannsóknarstofnanir, miðstöðvar fyrirtæki og félagasamtök. Þarna á að gefa í og nýráðin framkvæmdastjóri er Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, velkomin. Takk fyrir. Sko, við megum ekki vera seinna á ferðinni, er það? Alls ekki, og þetta er mjög myndarlegt framtak hjá stjórnvöldum að fara í, vel fjármagnað og við ætlum að gera þetta af bara fullri alvöru. Og það er allir saman í þessu, þetta er stjórnvöld, þetta eru félagasamtök, þetta eru fyrirtæki, samtök atvinnulífsins. Og háskólarnir, og það er það sem skiptir svo miklu máli vegna þess að við þurfum að í fyrsta lagi að þróa ákveðin kjarnatól og tæki, getum við sagt, til þess að byggja síðan á. Svo þurfum við að fá atvinnulífið, nýsköpunarfyrirtæki, sprota og líka stór tæknifyrirtæki sem eru til nú þegar til þess að byggja ofan á þeim. Til þess að byggja í rauninni aðra lausnir, tækni og tól til þess að tengja síðan íslenskuna inn í þessar lausnir þessara stóru fyrirtækja sem eru að smíða tækin sem við erum að nota. Sko þetta er sumt af þessu náttúrulega þetta einfalda, bara snjallsíminn. Akkurat. Ekki satt. Akkurat. Svo þarftu kannski bara líka að fara að tala við bílinn og ísskápinn, fljótlega og jafnvel bara nú þegar. Og ryksuguna og... Já, og ýmislegt, og þetta er ekkert fjarlæg framtíð. Þetta er bara ákveðin raunveruleiki. Og það skiptir líka máli í þessu samhengi að íslenskan sé hluti af afþreyingunni sem við notum og börnin okkar og unglingarnir líka, vegna þess að tilgangurinn er jú að íslenskan haldi áfram að vera til. Og þetta er enska ráðandi tungumál í tækjunum og í viðmótinu, en það eru töluð svona það bil 6.500 tungumál í heiminum. Og alls ekkert allir í heiminum tala ensku. Nei. Og hafa hana allavega ekki að fyrsta tungumáli. Nei, og bara hafa ekki tök á henni? Nei, alls ekki, og Guð hjálpa okkur ef að fólk kannski bara með lélega enskukunnáttu ætlar að fara að tala við bílinn sinna á ensku. Ekki alveg hvernig það fyrir. Er það gott að vera. Hver eru svona kjarnaverkefnin? Hvað gerir þið fyrst? Fyrst, þetta sjáum við til þess að þessi 4 kjarnaverkefni sem eru grunnurinn fyrir flóknari máltækni tól, að þau verði til, að þau verði smíðuð. Þetta eru talgreinir, talgervill, það er þýðingavél og málrýnir. Já. Þetta þarf að gerast fyrst. Þetta er alltaf svona flókin hugtök, en þetta er náttúrulega kannski fyrst og fremst eitthvað sem að krefst nýsköpunar. Fyrst og síðast, já. Já, eða ekki? Og stór hluti af því sem Almannarómur mun gera er að útluta fjármagni til rannsókna. Já. Og til bara rannsóknar hópa og rannsækenda sem starfa sjálfstætt hér og þar bæinn, í háskólum, rannsóknarstofnunum, í fyrirtækjum og svona samkeppnissjóður er þess eðlis að hann fjármagnar þá 50% koma þá fyrirtækin með sjálf. Já, með fjármagnið.
Já. Og á móti þá eru það þá einhver opinber opinbera stofnanir. Það náttúrulega allir sem geta sótt Já. Þannig hvernig lýstu þessum sjóði fyrir mér? Hvernig mun hann virka? Þetta virkar í rauninni þannig að tilgangurinn hans að bara skapa og rækta nýsköpunar umhverfi í kringum máltækni. Og það gerist ekkert nema það séu setti peningar í það. Vegna þess að við getum ekki, fólk vinnur ekki nema fyrir laun, eðlilega. Og við búum til þetta nýsköpunar umhverfi með því að setja peninga í það, fá fólk til þess að byggja upp mannauð í rauninni á þessu sviði. Og Ísland getur búið til í rauninni, hefur alla burði til þess að búa til máltækni lausnir sem hægt að nota í miklu víðara samhengi. Þannig við erum að tala svona kannski start-up einhvern hraðal bara varðandi þetta sérstaklega? Í rauninni erum við að tala svolítið það, jú, vegna þess að markmiðið að búa til á Íslandi nýsköpunar umhverfi þar sem að áherslan á máltækni. Já. Og tækifæri fyrir rannsakendur og fyrir nýsköpunar fyrirtæki, líka fyrir bara stöndug tæknifyrirtæki sem nú þegar eru til, að setja fókusinn svolítið þangað, byggja náttúrulega lausnir og tól og tæki sem að nýtast íslenskunni. Það flókið tungumál eins og bara við vitum. Og flókið umhverfi í sjálfu sér að þróa nokkuð skapaðan hluti sem mjög gott, vegna þess að hér eru við líka með afskaplega stöðugt og öflugt tækniumhverfi með mikinn mannauð, við erum með mjög öfluga rannsakendur. Þegar allt þetta kemur saman þá höfum við í rauninni burði til þess og þessi fyrirtæki hafa burði til þess að búa til lausnir sem að hafa ekki eingöngu skírskotun fyrir íslensku og þar leiðandi okkar litla tungumál og okkar litla marka. Heldur önnur lítil tungumál? Já, bara líka jafnvel stór tungumál. Já. Það hægt að búa til lausnir sem að hafa skírskotun fyrir þetta miklu starri tungumál. Já, þannig við erum alltaf að tala önnur tungumál en enskuna. Já, ég meina það eru... Þau geti lifað í þessu umhverfi, þessu stafræna umhverfi. Já. Það verður æ stærra. Já, klárlega og það auðvitað stundum sagt og ég hef heyrt það svolítið síðan ég ákvað að taka þessu starfi að tala bara allir ensku. Það er ekkert mál. Það er bara ekki rétt. Það er bara að tala alls ekkert allir ensku. Nei, akkurat. Og hugtakið móðumál náttúrulega bara, móðumál svolítið flókið. Máltaka flókin. Við lærum móðurmálið, við stundum sagt með móðurmjólkinni. En á þessu móðurmáli þá okkur tamast að tjá okkur. Að tjá hugsanir okkar, að tjá flókin hugtök, að tjá flóknar hugsanir og hugmyndir. Sem verður þess að ef að kannski þeir sem hafa ekki enskuna á sínu valdi, þeir verða kannski út undan í þessum stafræna heimi. Það ákveðin hætt á því. Er það ekki? Og það alveg sama hvað okkur finnst við tala góða ensku. Þetta aldrei móðumáli okkar. Okkur lætur alltaf betur að búa til flóknar hugmyndir á móðumálinu okkar, þó að það sé greiðlega mikilvægt að geta talað ensku og önnur tungumál við aðra. En það eru bara ekki allir færir. Það eru bara ekki allir færir og þetta skiptir líka máli í bara svona samfélagi eins og til dæmis Evrópa sem mjög, hefur mjög mikla breidd. Það kemur að tungumálum, en samt eitt samfélag. En Jóhanna Vigdís, þú ert að fara þá líka að heimsækja risafyrirtækin, stóru fyrirtækin. Já, það klárlega eitt af markmiðum Almannaróms að ná samningum við þessi stóru tæknifyrirtæki. Ég að tala Amazon og Apple og Samsung og Google og fleiri. Langstærstu í heiminum. Já. Og í rauninni fá þau til þess að hleypa íslenskunni að borðinu. Við þurfum að passa að þeir sem eru að rannsaka og þróa lausnir á Íslandi geri það þannig að það sé hægt að nýta þarna og tengja þau fyrirtæki síðan við þessi íslensku nýsköpunum fyrirtæki við þessi stóru alþjóðlegu fyrirtæki. Þannig þú ferð og heimsækir Google og Amazon og eitthvað svona og segir við viljum að búa til svona máltækni apparat sem að gagnast náttúrulega íslenskunni en öðrum tungumálum líka. Ég gerir svona ráð fyrir því að það muni gera það. Ég hins vegar ekki að fara að búa þau lausnir til og það ætla ég að treysta á rannsakendur eðlilega en þarna finnst mér tækifærið vera fyrir fyrirtæki og rannsakendur í því að setja svolítið svona beina svolítið sjónum að þessu tækifæri. Já, akkurat. Og fá að vera með þá í ferlinu hjá þeim. Lokum Almannarómur, hann varð ekki til í gær.
Nei, hann varð ekki til í gær. Það eru nokkur ár síðan, það ekki að... Jú, í rauninni var þessi sjálfseignarstofnun til árið 2014. En þetta er þetta flókið. Svo var raunin skýrsla svona sem að máltækni áætlunin síðan byggir á. Þannig að þetta er svona kannski langt ferðalag sem að leiður okkur hingað. 2018, loka árs erum við að byrja. Ég hef nú ekki störf fyrir 1. desember. Nei, en það eru tímamóta núna. Klárlega. Það er verið að taka núna mjög ákveðin skref. Og bara mjög mikilvæg skref. Já, akkurat. Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, nýr framkvæmdastjóri Almanna Róms, tekur við 1. desember og segir þá starfinu lausu hvað? Hjá Háskólanum í Reykjavík? Jú. Þar sem að þú hefur verið framkvæmdastjóri. En gott að vel, við sjáum hvernig þetta fer allt saman og þróast. Já, þetta er framtíðin Magga, en ef við ekki segja þetta gott að sinni, kannski að kveðja með þessari mynd dagsins sem að birtist í Morgunblaðinu.